Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það auðvitað ósk mín að við vinnum öllu vel saman á komandi kjörtímabili fyrir hagsmuni borgarbúa. Mér þætti samt fróðlegt að vita hvort að samstarfsflokkar minnihlutans taki undir það að vera hægri flokkar. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Ásaki. Þú varst á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum sósíalistaflokkurinn er alls ekki hægri flokkur eða hvað sem var sagt hér. Þetta sem hefur núna verið er að við bara bjóðum fram sameiginlegan lista. Þessir sem eru sitja í þessum svokölluðum minnihluta og lítum á okkur sem stjórnarandstöðu og í rauninni þá þegar við vorum að ræða málin að þá býst okkur meira í þessari tilhögun og í rauninni er þá Sjálfstæðisflokkurinn að gefa okkur meira en við getum fengið ef við værum ekki að bjóða fram svona sameiginlega lista og við fáum til dæmis sósíalistaflokkurinn þá út á þetta einstaklinginn í félagsbústaði stjórn þar. Þannig að þetta snýst ekkert málefnin, við erum ekki að vinna neitt saman þar, við erum mjög hugmyndafræðilega ólík og það hefur ekkert breyst en þetta var í rauninni bara svona samstaða í svona setu og nefndir og ráð og það. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur veitt andsvar og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hyggst svara andsvari. Já, ágætu forseti og borgarstjórn, það kannski ekki tilefni til þess að ræða það hér en sósíalistum bauðst auðvitað að starfa og koma að borðinu með svokölluðu meirihluta. Það virðist vera orðaðinn í þessum sal, þannig að ég held og tel að sósíalistaflokkurinn hafi fengið skarðan hlut frá borði þegar hann hóf samstarf með Sjálfstæðisflokknum. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita svar við andsvari. Þá er það Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er mikill misskilningur ef að fólk hér inni heldur að lýðræðið snúist hægri eða vinstri. Lýðræðið á við bæði þá sem eru hægri sinnaðir og vinstri sinnaðir. Við erum að tala fyrir lýðræði, öll. Við komum með tillögur það að formennskunefndum væri til dæmis skipt. Það myndi ekki breyta valdahlutföllunum neitt. En það myndi bara opna aðeins smá virðingarvott gagnvart lýðræðinu, gagnvart þessum 51% atkvæða fólks sem er á bakvið okkur hægra megin. Ég segi líka það að við erum hér til þess að veita lýðræðislegt aðhald. Það snýst ekki bara lýðræði heldur eftirlitshlutverk. Við erum gagnrýnisröddin sem er nauðsynleg til þess að kerfið verði ekki værukært og spillt. Við erum hér gagnrýnisrödd og við þurfum að hafa þessa rödd sterka inn í stofnunum og við treystum sósíalistum mjög vel til þess að vera fulltrúi íbúana inn í félagsbústöðum en það er eitt lokaðasta boxið af öllum þar sem að leigjendur bera oft skarðan hlut, eiga erfitt með að kvarta, hafa veika réttarstöðu og búa við mjög háa leigu með það sem þeir kældir fengju. Ég treysti sósíalistum vel fyrir því eftirlitshlutverki, burtséð frá hægri og vinstri. Ég tel að stjórnarandstaða í borgarstjórn Reykjavíkur hafi mjög mikilvægt hlutverk, sérstaklega þegar menn eru búin að vera í 16 ár og orðnir samdögnakerfinu. Þá er nauðsynlegt að röddin sé sterk og þess vegna erum við hér að vinna þessi verk eins og við erum að gera. Við erum hér til þess að vinna gegn kerfisvæðingu og fyrir því að í 130.000 manna borg fá íbúarnir góðan aðgang. Það er það sem við erum að gera hér.
Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi sem hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ég sé mig núna til þess að koma hér upp, aðeins til að taka þetta málefni lengra varðandi það sem borgarfulltrúi Vinstri grænna sagði hér. Það hefur alltaf verið þannig í stjórnmálum, það er kannski ekki hérna í Ráðhúsinu, líklega ekki, með svona það sem ég séð. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur valið það að ganga núna úr sal á maður ég tala. Hún vill ekki heyra ansvar mitt akkurat sem að ég ætla að fara að gefa hér varðandi það að vera djöflast hér á fyrsta fundi í nýkjörnum fulltrúum annarra flokka. Þetta er í annað sinn sem ræða hennar inniheldur slíkt og slík breygsl. Hér er verið að saka oddvita annarra flokka það að vera að vinna til hægri, sem dæmi eins og það sé eitthvað skammaryrði. En mikið er svekkelsið og mikil eru vonbrigðin hjá hinum svokölluðu vinstri flokkum sem eru þykjast verið til vinstri fyrir kosningar en eru svo ekkert annað en grimmir kapitalískir flokkar í raun. Samanber það að síðastliðin 8 ár hefur verið unnið fyrir fjármagnið en ekki fólkið í borginni. Og það urðum við vel vör við í kosningabaráttunni. Þess vegna er það alveg óskaplega skrítið þegar fólk er komið í rökþrot að það skuli þurfa að einhvern veginn henda yfir aðra sínu svekkels og sínum vonbrigðum með því að skjóta á, eins og ég segi, fólk sem er að stíga sín fyrstu skref hér í pólitík, í þessum sal í dag. Og þetta er búið að gerast í tvígang. Ég harma þetta, forseti, ég harma þetta, hvernig þessum málum er komið fyrir og geta svo bara slengt í framsí svona, já, það hefði nú bara verið betra fyrir sósíalista að koma með okkur og saman við okkur hérna sem erum í svokölluðu meirihluta. Það hefði verið betra, þið hefðu náð betri samningi. Bara afsakið, þessi atkvæðagreiðsla hérna í dag hefur ekki sýnt neina takta í þá veru að lýðræðið sé að virka hér hjá þeim sem hafa nýverið skrifað undir sáttmála að samstarfi. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og eru 2 borgarfulltrúi sem að vilja veita því andsvar. Fyrst er það Pavel Bartoszek. Nei, þá er það bara Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi sem óskar eftir því að veita andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér spyr ég bara í einfeldni minni hvernig minnihlutaflokkunum lítist á að vera kallaðir hægri flokkar. Og ég fæ hérna þvílíku ræðuna þannig að mér langar eiginlega mest bara að segja spegill, margur heldur mig sig. Ég held að hér séu aðrir súrari heldur en sitjandi meirihluti og ég nefni enga flokka. Þá hefur Líf Magnúðardóttir lokið við að veita andsvar og Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að veita svara andsvarinu. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er gott að Vinstri grænir segja spegill, frábært, sérstaklega í ljósi þess að innan minnihlutans, sem hefur þó fleiri atkvæði á bak við sig, heldur en svo kallaði meirihluti, eru sósíalistar, er flokkur fólksins, er miðflokkurinn, sem að hinga til hafa ekki verið kallaðir hægri flokkar, eins og nöfnin gefa til kynna. Jú, það er einn hægri flokkur, það er Sjálfstæðisflokkurinn, en þetta er skemmtileg umræða. Svo sannarlega, spegill. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvari svar og andsvari öðru sinni óskar Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi eftir að veita. Já, þetta er farið að vera skemmtilegt núna og fyrst ágæti forseti og borgarstjórn. Og fyrst við erum líka
Ég minnu í umræðu hér fyrr í dag, ég annars orðin svo svöng að ég hætt að muna nokkuð skapaðan hlut. Þetta spegill, þetta náttúrulega tekið bara úr barna- og unglingamáli, sko, ef við förum út í íslenskuna. En auðvitað hefði ég átt að segja margur heldur mig sig í ljósi þess að ég var gagnrýnd hérna fyrir dönskuslettur á það. Þá hefur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi sem óska eftir að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar, tilheyrendur. Já, ég veit ekki alveg út í hvað þessi umræða komin. Það verið að skjóta hérna á, einmitt eins og kom fram áðan, verið að skjóta hérna með ómálefnalegum hætti á nýjan borgarfulltrúa og hérna í stað þess að styðja þá sem eru nýjir hérna og eru að hefja störf, þá finnst mér þetta afar ómálefnilegt og ósmekklegt svona á fyrsta fund og ég ætla að vona að þetta sé ekki línan sem er verið að leggja hérna til næsta ára. En málflutningur Lífar Magnúsdóttur ómálefnalegur og óvæginn og svona, ég verð að segja að það verið að reyna svona að kasta inn sprengjum bara til þess að hérna, já ég veit ekki til hvers að draga fundin hérna á langinn. Ég legg bara til að fólk sé málefnalegt hérna, höldum okkur við málefnin og vinstri hægri miðja, ætlum við að hanga í þessu hérna á næsta ári. Eigum við að stöðugt að vera að tala vinstri hægra miðja. Í öðru orði talað samstarf, að svo kallar meirihluti til í alls konar samstarf og ætlar að skoða það. Í næsta orði frá sama borgarfulltrúa, Líf Magnúsdóttir, þá verið að skjóta á nýjan borgarfulltrúa. Mér finnst þetta bara ósmekklegt og ég bið ykkur bara vinsamlegast, hættum þessu og reynum bara að sinna okkar störfum hérna.